Fyrir mig 9. mál og leggjum frá fundargerð borgarráðs fyrir 27. febrúar. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég ætla bara rétt að nota tækifærið stutta stund, fundurinn orðinn sæmilega langur, að benda borgarstjórn á 2 tillögur sem að lagðar voru fram í borgarstjórn af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þar sem önnur fjallar hið mjög svo nærtæka mál sem að breyta þessum sal, borgarstjórnarsal, glæsilega sal okkar í safn yfir sumarmánuðina, og svo vil ég biðja ykkur svona aðeins að halla augunum aftur og velta fyrir ykkur hvernig það getur komið út þegar þessi sæti, 17 sæti eru borin út og inn koma fornrit Íslendinga, og vonandi fyllist alltaf fólki sem hefur áhuga því að berja það augum. Svo er það hinn tillagan sem að ég vil nú benda borgarstjórn á, sem að fjallar breytingar á reglum sölu byggingaréttar, sem að valda því að framkvæmdaaðilar eru hvattir til þess að byggja stórar íbúðir í stað þess að hvetja á til að byggja minni íbúðir. Og í þessu felast reglurnar áður sem ég ætla að fara yfir það hér. Ég vil þó minnast á báðar þessar reglur vegna þess að við erum orðin svolítið vön því og svolítið hvekkt hér í minnihlutanum í borgarstjórn að leggja fram tillögur sem að síðan sjá aldrei dagsljósið og eru stungið undir stóla. Eitthvað 24% fyrirspurna og tillagna okkar eru bara grafnar í einhverjum skjölum hér í Ráðhúsinu, og það er óþolandi, gjörsamlega óþolandi, óviðunandi starfsumhverfi fyrir okkur sem erum að vinna okkar vinnu. Þess vegna vil ég minnast á þessar tillögur 2 hér í borgarstjórn og svona vara við því að ef þetta á að vera viðvarandi starfsaðferðir hjá meirihlutanum að þá bara endurflytja þessar sömu tillögur hér í borgarstjórn, bara til þess að vekja athygli á þeim út á við fyrir utan þetta blessaða hús sem við erum hér að vinna í. En ég held að það sé mikilvægt að þessar tillögur verði teknar upp á fundi borgarráðs nú í vikunni, og það er þá kannski þar leiðir sem maður hefur. Það er að taka þær upp hér og minna þá sem að sitja í borgarráði og forma borgarráð sem að reyndar hefur eitthvað brugðið sér frá, að taka þá upp þessar tillögur aftur en fresta þeim ekki endalaust. Við munum fylgjast með því. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp vegna þessari tillögu að færa hingað handritin heim í hús eða hingað inn í þennan borgarstjórnarsal. Það er mjög fallegt, en ég ætlaði bara að benda á að núna næstu því 1 ár hafa verið samræður milli Árnastofnunar og menningar- og ferðamálasviðs að færa handritin niður í landnámssýninguna í Aðalstræti og hafa þau þar til sýnis, og sú vinna er á þeim stað að það hefur verið gerð öryggisúttekt á húsinu og það stefnir allt í það að þessi handrit verði til sýnis í einum af húsum Reykjavíkur. Þannig að ég held að þetta sé bara gott mál og góð hugsun að baki að við getum minnst að kosti opnað fyrir þeim sem að vilja, gestum og gangandi, að sjá þessi handrit í einum af okkar bestu sýningum, það er að segja landnámssýningunni. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu. Þá telst þessum lið lokið. Nei? Já, þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls undir þessum 9. lið. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarfulltrúar að koma hingað upp og fara eins yfir. Þeir reynda að þekkja þessa sögu. Mér finnst reyndar engin sérstakur sómi í því að sjá handritin koma þarna ofan í myrkrið í kjallaranum í Aðalstræti. Mér finnst að handrit Íslendinga sem eru okkar þekktustu verk, sem við byggjum okkar sjálfsmynda og okkar sögu, sem eru þetta algjörlega einstakt í heiminum, að því skulu vera einhvern veginn skáskotið ofan í kjallara finnst mér bara ekki viðeigandi. Mér finnst þessi salur hérna, mér er alltaf þótt hann helst til íburðarmikill, helst til flottur og svona óþarfi að halda borgarstjórnarfundi við slíkar aðstæður. Þetta mætti alveg vera einhvers staðar
út í skólum borgarinnar ef svo ber undir, og við getum alveg fært okkur til ef við viljum eitthvað lengja sýningar hér í salnum og nýta hann í eitthvað annað. Við þurfum ekki að vera svo merkileg með okkur, við þurfum bara 17 borð og þá erum við klár. En þetta hérna hins vegar væri sannarlega umgjörð sem væri við hæfi. Hér eru allar aðstæður til staðar, hérna eru öryggismál í mjög góðu lagi, hérna eru öryggismyndavélar, hérna eru eldvarnarmál í mjög góðu lagi, mjög auðvelt að selja inn, vilja menn gera það yfirleitt, og auðvitað húsið allt saman vekur athygli, hingað koma fjöldinn allur af ferðamönnum sem að koma aðra til að skoða kortið af Íslandi með gætum sem vilja fara yfir svona þar þeim á að sýna þeim á ferðamönnunum á Íslandi. En við ættum þá að bjóða þeim leið að koma hingað upp og sjá þessar gersemar sem við eigum. Við getum notað líka veggina hér og getum hugsað okkur ýmislegt í þessu sambandi. Þannig að ég held að áður að menn vilja einhvern veginn fara að segja að ég er búin að ákveða að setja ofan í kjallarann í aðalstræti, að þá ætti menn að hugsa aðeins og vita hvort það sé ekki réttara að gera þetta þannig að sé einhver sómi að því, sé svolítið flott, og við getum gert þetta oft þess vegna. Það eru bara þannig aðstæður núna að við erum ekki að byggja yfir handritin. Hús íslenskra fræði er ekki að fara upp á næstu árum og þá bara bregðumst við því, bara stöndum saman að því að finna leiðir, lausnir til þess að finna handritunum sómasamlegum stað, og það er það sem tillagan gengur út á. Þannig að ég vona að borgarfulltrúinn sjái ljósi í þessu, formaður menningar- og ferðamálaráðs, og sjái það að hér er hægt að gera miklu betri hluti, og við skulum aðeins stíga til hliðar og leyfa öðrum að koma hingað inn. Hluti af húsinu, ráðhúsinu, stendur alltaf tómur og er það bara allt í lagi. Af hverju notum við ekki húsið betur en við gerum? Þessi hluti húsins, þar sé aðalega borgarstjórnarsalurinn, það er bara léleg nýting, og yfir sumartímaðan er engin nýting. Þannig að við höfum auðvitað bara að nýta það sem við höfum að gera. Við erum bara bjartsýn með þetta, hugsum út fyrir kassan, út fyrir ramman, og hleypum að nýjum hugmyndum, setjum upp sýninguna hér í salnum. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu, þá er 2 óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans, og fyrstur er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það er nú skemmtileg, væntanlega tilviljun að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson skyldi nota orðin sjá ljósið, en það er einmitt það sem að handritin vilja ekki. Þau vilja ekki vera í miklu ljósi, þau reyndar mega alls ekki vera í dagsljósi og þurfa að vera í dimmum sal. Það er dálítið svona, mér finnst svolítið einkennilegt hjá borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssoni að tala svona niður til landnámssýningarinnar í Aðalstræti, sem er nú að flestra mati gríðarlega vel heppnuð og bara mjög merkileg sýning og sýnir þar merkilega tíma á mjög flottan hátt. Það er búin að vera viðræður við Árnastofnun eins og borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson benti á þetta, og þeim sem þar eru finnst hugmyndin að hafa nokkur handrit til sýnings á landnámssýningunni mjög góð. Það finnst mér nú reyndar líka. Hvort að við borgarfulltrúar erum hér í þessum sal eða ekki, kemur handritunum ekkert við. Það er svona einhvern veginn, mér finnst það ekkert þurfa að tengja það. Ég bara held að þetta sé ekkert sérstaklega góð hugmynd að hafa handritin hér í þessum sal. Kannski er ekkert góð hugmynd að hafa okkur í þessum sal heldur, en það er bara önnur umræða. Þannig að, og svo finnst mér nú ansi merkilegt að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson skuli taka það upp hjá sjálfum sér að slátra húsi íslenskra fræða bara til margra ára hér upp á sitt einstæmi. Mér finnst það athyglisvert, ég veit ekki betur en að forstöðumaður Árnastofnunar sé enn vongóður að það sé hægt að koma þessu húsi upp á næstu árum. Þannig að hún hefur þá eitthvað minni upplýsingar en borgarfulltrúin. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvarið borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar.
Já, hvílíkur bölmóður, sko. Hvar birtan, hvar ljósið? Ég spyr það nú bara aftur, sko. Er bara allt ómögulegt? Jú, það er ómögulegt vegna þess að það er ekki að slökkva ljósið hér í salnum. Það er mikið ljós, þess vegna getum við ekki haft sýnt neitt hér í þessum sal. Það voru orð borgarfulltrúans. Svo voru hinn orð borgarfulltrúans, já, þú ert bara á móti safninu í kjallaranum í Aðalstræti. Af því að þú heldur að handriti geti farið betur hér í þessum sal. Ég eiginlega bara skil ekki svona röksemdafærslu að menn geti aldrei sagt, já, heyrðu, þetta er áhugavert. Ef við ekki bara skoða þetta, ef við ekki að fara yfir þetta. Nei, það er auðvitað ekki hægt vegna þess að hugmyndir kom ekki frá S. Birni Blöndal eða Einari Erni borgarfulltrúa á eitthvað svoleiðis. Heldur kemur frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég ætla nú að bara biðja borgarfulltrúanum að hætta svona svartsýnisrausi, svona bölmóð, svona neikvæðni, taka bara upp jákvæðni, ráðleikunum það, og að líta á þessa tillögu í þeim anda eins og hún er sett fram, og það er ekki nokkur vafi á því að nokkur handrit, eða það er ekki að bera saman sýningu nokkur handrita í landnámssýningunni við glæsilega sýningu hér í Ráðhúsinu sem auðvitað gæti verið miklu víðar í húsinu, gæti verið hluti af sýningu sem færi fram í Ráðhússalnum, gæti bara allt húsið verið meira verið notað í tengslum við þetta. Við sáum nú bara í fréttum í gær eða fyrradag af glæsilegri víkingasýningu á Bretlandi sem verið að setja upp og auðvitað nota okkur ýmislegt af því sem að við sjáum að verið að gera á þessu sviði annars staðar. Þannig að, og svo kemur borgarfulltrúar með þá mjög svo skemmtilegu sýningu að ég hluti bara að vera á móti sýningunni, landnámssýningunni. Ég veit ekki hengilega hvaðan þessi maður er komið þessi borgarfulltrúi. Ég samþykkti hér í borgarstjórn og stutti einarlega uppsetningu þessara sýningar og fór í gegnum það allt saman. Það gerði ekki þessi borgarfulltrúi hér sem að nú þykist allt vita. Þannig ég held að hann ætti nú bara aðeins að sitja á strák sínum og skoða þetta hugsin aðeins betur áður en að tala hér. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér finnst nú sérkennilegt hjá borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvasyni að saka mig bölsýni þó að mér finnist hugmynd sem hann ber fram ekki góð. Það er dálítið sjálfbirgingslegt en gott og vel. Ég kippi mér ekkert upp við það. Á hinn bóginn þá svarar hann því, sko, hann talaði náttúrulega niður, hann talaði þennan kjallara, borgarfulltrúin Júlíus Vífill Ingvason, talaði þennan kjallara og það væri einhvern veginn minnkun í því að setja handrit í þennan kjallara eins og hann orðaði það sjálfur, borgarfulltrúin Júlíus Vífill Ingvason. Þannig að þetta er nú hann sem það er nú hann sem er með bölsýni ef eitthvað er. En sú hugmynd að sýna handrit tímabundið í landnámssýningunni sem er glæsileg sýning eins og ég sagði áður og handritunum væri fullu sómi að því. Ég held að það sé afskaplega góð hugmynd. Ég er ekkert að segja að mig ekki skoða hina hugmyndina, það er allt í góðu, en hitt finnst mér síðan náttúrulega miklu meira mála, það er að það þarf að koma upp þessu húsi íslenskra fræða og við eigum auðvitað að þrýsta á það eins og við getum hér borgarfulltrúar. Þarna er þessi hola sem er engum til sóma og það er samkvæmt forstöðumanni Árnastofnunar þá gæti Happdrætti Háskólans nú komið myndarlega af því að steypa húsið upp í það minnsta og ég held að við ættum að setja þrýsting á það. En það er engin bölsýni hjá mér, langt í frá, hér er allt bjart og gott. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, það er nú gott að heyra að það er bara birta og ylur í hjarta borgarfulltrúans. Hann er svolítið fann að breyta sínum málflutningi hér og segir að sé nú kannski í lagi að bara skoða þetta og það er nú gott og vel. Annað eiginlega hef ég ekki við hann að segja, annað ég bara fagna því og svo bara vona ég að Einar Örn Benediktsson, formaður menningar og ferðamálaráðs, komi með aðeins meira uppbyggjandi umræðu þetta heldur farið fram hér af hálfu meiri hlutans fram til þessa.
hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá kemur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson upp og veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans Júlíusar Vífills Ingvarssonar. Ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúar. Ég skil nú ekki hvað Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi var að meina með sínum síðustu orðum að ég hefði ekki verið uppbyggilegur í mínum málflutningi. Ég kom hérna fyrst upp til þess að útskýra hvað hefði verið unnið að því að fá handrit til sýnis í Reykjavík á opinberum vettvangi og í því markmiði höfðu við átt samtal við Árnastofnun að fá þessi handrit hingað til sýningar í þetta fína safn sem að mynd hérna af að netinu. Þetta engin kjallari sem eins og einhver kjallari. Þetta ein glæsilegasta sýning, ef ekki glæsilegasta sýning á Íslandi og það engin skaði og það mikill sómi af því að fá þessi handrit til sýnis á stað sem heitir 871 +-2 sem þá í nálægð við þau handrit sem eru skrifuð á 12. öld sem að lýsa því sem að gerðist 871. Ég hef farið með útlendinga þarna niður sem spurja þetta eftirlíking? Þá segja nei, þetta alvöru. Þetta alvöru hús og fólk alveg undrandi yfir því að við höfum Víkingabæ í kjallara í miðborg Reykjavíkur. Þannig að ég ekki með bölmóð eða svartsýni. Ég sé ljósið, ég sé samhengi hlutana og ég ekki búin að vera neikvæður. Og ég var bara að skýra út hvað hefði átt sér stað. Og það algjör óþarfi að hafa handritin hérna út allt hús. Endilega. Frábær hugmynd. Áfram Ísland, áfram Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti ágæti borgarfulltrúar, þetta eiginlega komið út í slolla vitleysu og rétta menn aðeins draga andan dýpra. Ég var alls ekki að beina orðum mínum að borgarfulltrúanum Einar Erni þegar ég óskaði eftir uppbyggilegri umræðu og uppbyggilegri heldur en faraði fram til þessa. Já, borgarfulltrúin skildi það svo, en það var ekki meint þannig. Þannig það var ekki aldeilis þannig sem ég var að tala til borgarfulltrúans og ég get þó sagt það að ég fagna því þó að það sé einhver handrit þarna í Aðalstræti. Ég þori ekki að segja kjallaranum að því að menn skilja það bara á einn veg og mjög neikvætt og reyna einhvern veginn að snúa út úr því. Þið ekki gera það. Þið að bara ræða þetta á skynsamlegum nótum. Þannig að ég bara segi, ég fagna því þó að það sé einhver vilji og einhver tilraun til þess að sýna handritin þó í litlu mæli sé á þessum stað. Þessi sýning frábær í Aðalstræti undir hótelinu og ég á þátt í því að hún fór þangað og ég auðvitað styð það að sú sýning hennar, hún fái að njóta sín og hljóti vegsemd. Varðandi Hús íslenskra fræða að þá það nú bara einfaldlega svona. Þetta bara staðan og við þekkjum það að byggingartíminn nú bara þannig að þú byggir ekki svona hús á einhverjum nokkrum mánuðum, það mun taka langan tíma. Þannig að þó að við settum upp sýningu til dæmis hér í sumar að þá, það ekki þar með sagt við þurftum endilega að gera ráð fyrir því að það sé til eilíðanóns. Og ég vil aðeins leiðrétta borgarfulltrúan Einar Örn sem að ásamt borgarfulltrúanum S.B. Blöndal einhvern veginn bara æsast allir upp og algjörlega bara ofboðslega mikið á móti þessari að ég vil segja litlu sætu tillögu. Það alls ekki það sem verið var að segja. Ég var að hér ætti að vera handrit út allt hús. Það náttúrulega alls ekki farið að gerast. Hins vegar mætti náttúrulega vera hluti slíkrar handritasýningar. Gæti náttúrulega verið út allt hús að því leyti til að verið að vitna til hennar. Það gætu verið munir frá þessum sama tíma. Þjóðminjasafnið gætu auðvitað komið hér að og gert veglega flotta sýningu sem ekki bara inn í þessum sal, heldur bara í þessu húsi. Og ég skil ekki, ég bara næ ekki af hverju menn að reiðast yfir þessu og telja verið sé að ógna þeirra heiðri með þessum hætti. Það bara ekki þannig. Svo vil ég náttúrulega frábíða mig því að með sé að nota orð eins og sjálfbyrgingshætti í þessu tilfelli. Það bara einhvern veginn á ekkert við, ég bara skil ekki tenginguna. Það hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara andsvari. Þá óskar borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson eftir því að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Jú, þetta lítil sæt tillaga og það sem að ég hóf málflutning minn á var að reyna að útskýra hvað væri í gangi. Ég held að þá eigum við eftir að taka síðar efnislega afstöðu til þess og við getum þá reynt að fá einhverja úttekt á því hvað það innifelur að breyta þessum sal tímabundið í sýningarrými fyrir þessi handrit, hvort að þau mæti öllum öryggiskröfum og öðrum varðveislukröfum sem að fylgja þessum handritum. Það hefur ekki verið létt leið að fá þetta mat, en þetta mat er komið fyrir kjallarann og þá getum við líka hæglega farið að reyna að fá líka mat á það hvað það innifelur að færa handritin hingað inn. Ég er bara mjög ánægður með að heyra borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson talar þessa frábæru sýningu núna og hún er frábær. Þetta er eina af mest eftirsóttustu sýningum og heimsóttu sýningum á stofnunum Reykjavíkur eða á höfuðborgarsvæðinu og hún er bara alveg einstök og við eigum að nýta okkur það og ef að handritin bætast þarna við að þá á eftir að þetta vægi þessar sýningar að aukast að miklu mun og það sést í samhengi þá hvaðan við komum og hvert við erum að fara. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, já, allt er þetta einhvern veginn að róast og komast niður á betra plan sem betur fer og þakka kærlega fyrir það. Ég vissum það að þegar menn hugsa þetta þá taka menn þessari tillögu eins og hún er sett fram og vonandi skoða með þetta frekar og svo getur bara vel verið að menn getur tekið aftur rósinni og vegna þess að það getur komið í ljós að salurinn bara hendi engan veginn og þá kemur það bara fram og ekki get ég fullyrt neitt það og er ekki sérfræðingur á því sviði. En ég tek eftir því að menn vilja ræða það að þetta er svolítið skemmtilegt að velta þessu fyrir sér, hvort að það geti megi nýta borgarstjórnarsalinn með þessum hætti og þetta stendur þá okkur nokkuð næri. En hins vegar að þá vil ég benda borgarfulltrúum á það. Ég kom hér upp til þess að benda á 2 tillögur sem lögðu voru fram í borgarráði í síðustu viku og ég myndi óska eftir því að þær eru báðar teknar fyrir að fundi borgarráðs í þessari viku. Hin tillagan er auðvitað miklu stærri. Hún er miklu merkilegri og hún á auðvitað Hún ætti að kalla á umræður hér í borgarstjórn og vonandi það að menn sjái það að í henni felast hugmyndir, tillögur sem að geta komið til með að gagnast sérstaklega ungu fólki og þeim sem vilja byggja fyrir ungt fólk minni íbúðir í Reykjavík. Ég held satt að segja að eins og reglurnar eru settar fram núna sölu byggingaréttar að það sé það bara ákveðin yfirsjón og það er ekkert að vera benda á einn eða neitt í því sambandi. Ég held að sé enginn sem er að gera slík mistök sem ég held þetta sé af einhverjum ásetningi. Ég held þetta sé bara eitthvað sem að okkur hefur sést yfir að benda á og leiðrétta og leiðrétta þannig að það verði ekki dýrara að byggja minni íbúðir heldur en að byggja stórar íbúðir. Ég var að vona að menn myndi koma hér upp og ræða það en það er bersýnilega ekki áhugi fyrir því. Það hins vegar verði vonandi til að ræða það þá síðar. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara andsvari öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að gera stutta athugasemd. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég biðst nú afsökunar á að hafa sakað borgarfulltrúa Júlíus Vífill Ingvarsson sjálfbyrgingshátt. Það eiginlega bara svona hraut af mér og það var ekki smekklegt. Ég biðst afsökunar á því. Það breytir ekki því, þó að mér finnist þetta ekkit góð hugmynd með borgarstjórnarsalinn, þá er ég alveg í sömu stöðu og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Ég er ekki sérfræðingur í hvernig á að sýna handrit. Og þannig að ég veit að þessi tillaga borgarfulltrúans hefur verið send menningar- og ferðamálasviði til umsagnar og ég er nú ekki viss að sú umsögn verði tilbúin á fimmtudaginn þegar fundur borgarráðs fer fram en vonandi sem fyrst og þar væntanlega verður bara, það verður fróðlegt að heyra þeirra álit á þessu. En ég held að svona samstarf við ríkið uppsetningu safna, þar erum við náttúrulega, höfum við verið með nokkrar
nokkrar hugmyndir. Þar ber helst að nefna náttúruminjasafn sem var búið að gera metnaðarfulla áætlun að koma upp safni fyrir náttúruminjasafni í Perlunni og ef að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson svona áhugasamur að við séum í samvinnu við ríkið að koma upp söfnum, þá hvet ég hann til að snúast á sveif með okkur í því máli og hvetja stjórnvöld, ríkisvaldið til þess að drífa í því máli, því góða máli. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að gera stutta athugasemd, svara athugasemd. Þá, bara gef ég borgarfulltrúa Júlíus Vífli Ingvarssyni kost á því að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Birni Blöndal, Birni Blöndal, fyrir það að biðjast afsökunar á sínum orðum. Hann maður að meira að gera það og stundum hrekkur eitthvað hér út af okkar vörum, eins og hann orðaði það hér í ræðustól, svona sem að við svona sjáum leður erum búin að segja það, hefði kannski mátt sleppa því og það er þá bara ágætt að segja það beint út og þakka fyrir það og því öllu vel tekið. Já, það væri svo sannarlega ástæði til þess að huga náttúruminjasafni og finna því einhvern verðugan stað. Það svona með staðsetningar safna. Ég vildi gjarnan skoða staðsetningu safns hér. Það kannski ekki sniðugt. Ég get best trúið að það sé svolítið sniðugt. En ég hef hins vegar ekki trúið því að Perlan sé sniðugur sýningarstaður. Ég hef svolítið velt í fyrir mér, skoðað það og farið yfir þetta. Og þá það til dæmis það sem að borgarfulltrúi nefndi hérna áðan í sinni ræðu og það ljósið. Því að það hægt að draga fyrir ljósið hér í þessum sal. Það ekki vandamál, það sjá allir. Við erum alltaf með dregið fyrir hér í þessum sal eftir að við fáum útsendingu á fundum okkar. En það ekkert að draga fyrir ljósið í Perlunni. Það bara einfallega þannig. Það bara hluti af þessu rými. Þannig að ég held að það sé öllu flóknara en ég stend auðvitað með öllum þeim sem að vilja koma upp náttúruminjasafni. Það auðvitað bara mjög nauðsynlegt að það geti gerst vonandi hið fyrsta. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að gera stutta athugasemd og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langaði nú bara aðeins að koma upp undir þessum lið og segja nokkur orð hérna varðandi umræðu þessi söfn og þennan margum talaða þjóðararf okkar og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson kom ágætlega inn á það hvort menningarlegt vægi handritana fyrir Ísland. Þetta er náttúrulega þvílíkur fjársjóður og þvílíkar gersemar sem að handritin eru og síðan barst nú talið að Húsi íslenskra fræða og þeirri óvissu sem að ríkir framtíð þess hús og nú það í töluverðri óvissu og verið að skoða möguleika á að fjármagna bygginguna og síðan finnst mér mikilvægt að vekja máls á því að varðandi handritin og færslu á þeim þá náttúrulega ríkir alveg gríðarlega mikil lotning og viðkvæmni þegar kemur að handritunum og hvernig skuli fara með þau og hvar þau skuli vera og hvar þau skuli ekki vera. Þetta þjóðararfur okkar, þessi handrit og kannski að mörgu leyti svo líka okkur sjálfum en
það það náttúrulega hlutverk ríkisins að hafa þessi handrit og aðgengileg almenningi, og það mjög mikilvægt, og sama gildir náttúruminjasafnið og þessa hugmynd, og það hefur verið rætt aðeins það hér, þessa hugmynd að náttúruminjasafnið sé tímabundið í Perlunni, og það fannst mér alveg ofsalega sniðug hugmynd, og af því að þetta eitt af höfuðsöfnum Íslands, náttúruminjasafnið, og það svo sannarlega búin að vera niðri í einhverjum kjöllurum, og það hefur verið munirnir hafa verið geymdir í pappakössum einhvers staðar onni í kjöllurum, og við eigum þessa muni, og ég hef reynt að tala fyrir þessu við hvert tækifæri, hvað felast mikil tækifæri í þessu safni, og mér fannst alveg gráupplagt að setja upp þessa muni í Perlunni tímabundið. Bæði tel ég að það yrði svona andlitslyfting fyrir húsið Perluna, sem náttúrulega eitt af kennileitum Reykjavíkur, en hefur ekki kannski notið sín að innan, meira svona utan sem það hefur notið sín, og þarna hafa svona verið einhverja lagarsölur gjarnan, sem svona sérkennileg notkun á þessu merkilega húsi, og ég tel að líka að það bara til mikil sóma, ekki bara fyrir Reykjavík, heldur fyrir Ísland allt, að vera þarna með náttúrugripasafnið, og ég hef nú viljað kalla það náttúruvísinda sýningu, og en það til dæmis það má ekki, og það bara svona eitt orð er mjög viðkvæmt, og fólk hefur á þessu skoðanir, þannig að og ég nú svona hættur að trúa því að þetta verða einhverjum raunveruleika, en mér finnst þetta frábær hugmynd samt, og ég held að þetta væri ekki bara menningarlegur og menntunarlegur ávinningur á þessari sýningu, heldur líka fjárhagslegur ávinningur. Ég held að við gætum stórgrætt á þessari sýningu og selt þarna grjót og hraunmóla og hvaðeina, og rukkað inn, og þetta væri bara svona það sem heitir á góðri íslensku bara win-win. En já, ég vildi nú bara koma hérna upp og taka þátt í umræðunni, og þó að við séum kannski ekki alltaf að komast að einhverri ákveðinni niðurstöðu, þá er svo mikið falið í því að hlutir það sé talað um hluti, og það var merkilegur maður sem sagði að dauðinn hefði 3 stig. Það væri sem sagt þegar maður það væri síðasta andvarpið, þegar maður gefur upp öndina. Næsta stig væri þegar maður væri horfinn sjónum,
farin hún í jörðina eða horfin með einhverjum öðrum hætti. Og þriðja og endanlega stig dauðans væri þegar einhver segir nafnið manns í síðasta skipti. Og mér finnst það svolítið merkilegt og mikið til í því. Þannig að ekkert í rauninni almennilega endanlega dáið fyrir en maður hættir að tala um það. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að leggja mitt af mörkum við að halda hugmyndum lifandi með því að tala um þær. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvert sér hljóðs undir þessum lið og telst honum lokið. Þá fyrir við 10. mál, leggjum frá fundargerð íþrótta